Vissuð þið að spendýr eru alls staðar? Þau ganga á landi, synda í sjó og jafnvel fljúga loftið. Þessar ótrúlegu skepnur hafa lagað sig að fjölbreyttu umhverfi og sýna styrk sinn og aðlögunarhæfni. Frá minnstu hreysiköttum sem passa í lófan þinn til stærsta bláhvalarins sem getur verið jafn langur og fótboltavöllur. Spendýr koma í öllum stærðum og gerðum, sönnun á þróunarlegum árangri þeirra. Þá eru mikilvægur hluti af vistkerfi jarðar. Hver tegund gegnir einstöku hlutverki og stuðlar að jafnvægi og heilbrigði umhverfis síns. Spendýr eru heillandi skepnur með einstaka eiginleika og aðlögun. Til dæmis hefur heimskautarefurinn þróað þykkan felt til að lífa af í köldu loftslagi, á meðan höfrungar hafa lagað sig að lífi í vatni. Þau gegna mikilvægu hlutverki í umhverfi sínu, allt frá frævun plantna til þess að stjórna stofnum bráðadýra. Úlfurinn, til dæmis, hjálpar til við að halda jafnvægi í vistkerfi sínu. Nærvera þeirra auðgar lífið á jörðinni. Án spendýra, eins og duglega bjórsins, myndi heimur okkar missa þá flóknu fegurð sem við sjáum í dag. Spendýr eru heitblóðug dýr. Það þýðir að þau geta stjórnað líkamshita sínum sjálf. Ólíkt skriðdýrum framleiða spendýr hita innra með sér. Annar dæmigerður eiginleiki feltur eða hár. Þetta hjálpar þeim að halda á sér hita í kulda. Flest spendýr fæða lifandi unga. Mæðurnar gefa ungum sínum mjólk sem veitir þeim mikilvæga næringarefni. Spendýr búa í fjölbreyttu umhverfi allan heim. Frá gróskumiklum regnskógum til þurra eyðimarka, tegundir eins og jagúarinn og kengúran hafa þróast til að dafna í sínu einstaka umhverfi. Ísbirnir eru gerðir til að lífa á frosnu heimskautasvæðinu þökk þykkum felti sínum. Úlfaldar aftur á móti eru fullkomlega lagaðir að þurrum eyðimörkum. Þeir geyma fitu í núkum sínum sem hægt að breyta í vatn. Leðurblökur nota bergmál til að rata og veiða í dimmum hellum og skógum. Spendýr hafa þróað ótrúlega leiðir til að lífa af í umhverfi sínu. Þessar leiðir geta verið líkamlegar eða hegðunarlegar, eða blanda af hvoru tveggja. Gíraffar, til dæmis, hafa þróað langan háls til að ná í laufblöð hátt upp í trjám. Leðurblökur, einu spendýrin sem geta virkilega flógið, hafa vængi úr húðhimnu sem strekt á milli langra fingra þeirra og líkama. Kengúrur treysta á sterka fætur og hala til að hreyfa sig og halda jafnvægi. Ísbirnir eru einangraðir af þykkum felti og fitu, og höfrungar nota bergmál til að dafna í sjónum. Kafli 5. Daglegt líf spendýra. Spendýr sýna fjölbreytt úrval hegðunar. Frá minnstu músinni til stærsta bláhvalarins hefur hver tegund þróað einstakar leiðir til að hafa samskipti við umhverfi sitt og hvert annað. Þessar athafnir eru nauðsynlegar fyrir lífun þeirra. Fæðuleit veitir þeim nauðsynlega orku, á meðan uppeldi unga tryggir næstu kynslóð. Varnaraðgerðir vernda þau gegn rándýrum. Að borða, fjölga sér, ala upp unga og forðast rándýr eru hluti af daglegu lífi þeirra. Að borða getur verið að bíta gras eins og sebrar eða veiða eins og bletta tígrar. Makkeri getur sýnt styrk eða fegurð. Uppeldi unga felur oft í sér að foreldrar kenna mikilvæga lífunarkunnáttu. Sum spendýr eins og ljón eru félagslynd og búa í hópum. Þessar skipulagsheildir veita vernd og hjálpa við veiðar og uppeldi unga. Fílar til dæmis hafa flókin félagsleg tengsl og sýna óvenjulega samvinnu og samkennd. Önnur eins og tígrisdýr lífa einmannalífi og verja stór landsvæði. Þetta dregur úr samkeppni auðlindir og gerir þeim kleift að einbæta sér að lífun og fjölgun. Birnir eru líka oft einfarar nema á mökunartíma eða þegar mæður ala upp unga. Mörg spendýr, eins og íkornar og jarðíkornar, safna fæðu fyrir skorttíma. Þetta sérstaklega mikilvægt á svæðum með hörðum vetrum eða þurrkatímabilum. Með því að geyma fæðu, tryggja þau lífun sína þegar auðlindir eru að skornum skammti. Mikilvægt dæmi hugvitssemi og aðlögunarhæfni spendýra. Kafli 6. Félagslyndir fiðrildar og einmanna úlfar. Félagsleg hegðun grundvallaratriði fyrir mörg spendýr, eins og dádýr og apa. Að búa í hópum býður upp á kosti, eins og betri vörn gegn rándýrum, eins og í tilfelli sebrahesta. Fílar búa í jörðum undir forystu móðurettar, elstu og reyndustu kvendýrsins. Þessar jarðir vernda unga og veita litlum fílum öryggi. Úlfar mynda eini flokka með skýrum félagslegum stigveldi fyrir samvinnu og skilvirka veiði. Spendýr eins og tígrisdýr og birnir lífa einmannalífi og treysta á styrk sinn og hefileika. Kafli 7. Spendýr í hættu.
Margar spendýrategundir, eins og Amur tígrisdýrið og Sumatra orangútaninn, standa frammi fyrir alvarlegum ógnum við lífin sína. Mannleg starfsemi, eins og eyðilegging búsvæða, ólögleg veiði og loftslagsbreytingar, leggur þrýsting á spendýrastofna. Skógareyðing vegna landbúnaðar og timburframleiðslu rænir spendýr, eins og Borneo orangútaninn og Bengal tígrisdýrið, heimilum sínum og fæðu. Ólögleg veiði og ofveiði tæma stofna tegunda í útrýmingarhættu, eins og fíla, nashyrninga og skjaldbaka. Kafli 8. Að vernda loðna víni okkar. Að vernda spendýr, eins og fíla og snjóhleðbarða, mikilvægt og stuðlar að lífum þeirra. Verndarsvæði, eins og þjóðgarðar og náttúruverndarsvæði, varðveita náttúruleg búsvæði fyrir tegundir eins og risapönduna og refinn. Vörn gegn veiðiþjófnaði og löggjöf, berjast gegn ólöglegum dýralífsviðskiptum og vernda dýr eins og nashyrninga og skjaldbaka. Fræðsluherferðir upplýsa mikilvægi náttúruverndar og hvetja til ábyrgrar hegðunar, sem gagnast skepnum eins og koalabirninum og ótri. Kafli 9. Framtíð spendýra. Þegar við horfum til framtíðar örlög spendýra á plánetunni okkar mikilvægt umræðuefni. Þessar skepnur, frá minnstu nagdýrum til stærstu vala, gegna grundvallar hlutverki í vistkerfum okkar. Framtíð spendýra veltur á gjörðum okkar. Verndun byrjar hjá okkur öllum. Með því að taka þátt í athöfnum eins og trjáplöntun, endurheimt búsvæða og minnkun kolefnisspors okkar, getum við gert verulegan mun. Að berjast gegn ógnum eins og búsvæðatapi, loftslagsbreytingum og ólöglegri veiði mikilvægt. Vísindamenn vinna óþreytandi að því að rannsaka þessi dýr og þróa aðferðir til verndar þeirra. Frá hinum dularfulla snjóhleðbarða í Himalajafjöllum til leikandi höfrunga í höfum okkar, stendur hver tegund frammi fyrir einstökum áskorunum. Við getum stuðlað að því að þessar dásamlegu skepnur haldi áfram að dafna fyrir komandi kynslóðir. Tengslin milli móður og unga eða sýn á jörð spendýra sem hreyfast saman í náttúrunni, minnir okkur á fegurð og samhengi lífsins. Það skylda okkar að vernda þessa launu undur og plánetuna sem við deilum. Að fræða næstu kynslóðum náttúruvernd mikilvægt. Þegar börn sjá dýr í dýragörðum eða náttúruverndarsvæðum, vekur það í þeim undrun og löngun til að vernda þessar skepnur. Sér hver tilraun, hversu lítil sem hún getur stuðlað að því að tryggja framtíð þar sem spendýr munu halda áfram að auðga lífið á jörðinni. Frá staðbundnum frumkvæðum til alþjóðlegra leiðbeininga, skiptir hver aðgerð máli. Saman getum við skapað heim þar sem spendýr, eins og hinn voldugi vísundur og hinn blíði risapanda, munu ekki aðeins lífa af, heldur einnig dafna og styrkja ríkan líffræðilegan fjölbreytileika plánetunar okkar.